Komið þið sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Enn og aftur, ég ekki María Pálsdóttir, ég heiti Ásthildur Ómarsdóttir og ég verð með ykkur í kvöld. En það verður mikið rætt í þessum föstudagsþætti og við ætlum að byrja á því að tala við enn annan dúks. Ég aftur í þessum sporum. Það hún Birta Rún Randversdóttir sem útskrifaðist með 9,93 sem er það hæsta sem hefur verið í sögu Menntaskólans á Akureyri. Jú. Ekki satt? Jú. Hvernig kom þetta til? Það er góð spurning, sko. Þetta var ekkert markmið neitt þannig, sko, en bara ég reyndi bara að vera skipuleg allar mínar annir og vita hvað ég ætla að gera á hverjum degi. Vissi alltaf var allt með plan, þú veist, í dag ætla ég að læra þetta og gera þetta. Og svo passaði ég mig bara að eiga góða hvíldin á milli, sko. En þú voru að passa að sofa vel? Jú, svaf, reyndi alltaf að fara frekar svona snemma, þú veist, og vakna frekar snemma. Og eins og ég talaði sko, mér fannst mjög gott að læra á morgnana, sérstaklega helgar og eiga þá frídag eftir hádegi. Það var allt svo kyrrt í húsinu og maður náði góðri einbeitingu fannst mér. Þannig að, já. Og voru engar truflanir? Var ekkert sem að hafði eitthvað tósað í þig meira en annað? Félagslíf eða annað? Jú, en maður skiplaði sér vel, þá var alltaf tími fyrir allt sem maður vildi gera, sko. Bara, já. Og hvernig náður að fá þetta í öllum áföngum? Þú varst á hvaða braut? Náttúrufræðibraut. Og hafðirðu bara áhuga á öllu sem þú gerir? Nei, alls ekki, sko. En þú veist, sumt verður maður bara að gera og maður reyndi alltaf bara að gera sitt besta í öllu. En þú veist, ég hafði alveg meira gaman af þessum náttúrufræðifögum, líffræði og stærðfræði og slíku, sko. En bara, já. Bara gera það sem maður getur? Já. Og hvert er svona stefnan sett núna? Hvað ætlar að gera? Sko, mér finnst alveg líklegt að ég taki bara 1 ár núna í frí, fari bara að vinna eða eitthvað svoleiðis. En ég stefni alltaf 1 daginn á háskóla, sko. Og er eitthvað planað hvað langar að læra? Nei, en það verður eitthvað í heilbrigðisgeiranum eða tengt svona því, held ég. Og er eitthvað pressa sem kemur einhvers staðar að? Var það kennararnir eða foreldrar eða systkini eða hvað? Alls ekki, sko. Ég svo mamma og pabbi frekar bara að segja mér að vera eins róleg, sko, og eitthvað þannig. Þannig að það er engin pressa á mér, sko, finnst mér. Nei, bara frá sjálfur þér? Já, frekar, helst á. Ok, og hvað er það sem að þú svona, ef mætti gefa einhver ráð til annarra sem væri að reyna að ná svipuðu markmiði? Bara, þú veist, hafa smá metnað og sýna bara mjög gott skipulag og fylgjast alltaf vel með í tímum og bara, já, þú veist, og passa líka mitt að fá alltaf hvíld á milli, ekki brenna alveg út, sko. Það var svona sem ég reyndi að passa upp á. En hvernig er það? Það er kannski eða svona auðveldara að ná yfir kannski 5 eða 6. En hvernig er það frá þessum 8 til 10? Mér finnst að það er alveg mikil vinna þarna á milli, sko. Og já, ég veit ekki hvað að segja, bara ég reyndi bara, þú veist, að ná öllu upp sem ég gat og... Nei, en var það, þú veist, eins og með sko samnemendur, var ekkert flókið að segja kannski nei við einhverjum partíum eða segja ég kemst ekki í sund af því að ég þarf að gera þetta og hitt, eða var þetta, þú náður alltaf að skipuleggja þig svona? Já, þú veist, ég var ekkert eitthvað að neita mér eitthvað þannig neitt, sko. Bara ef ég, þú veist, þá bara reyndi ég að breyta í hans plönum og, þú veist, passaði samt að halda strikinu áfram, bara. Heldur að allir geti þetta? Já, ég meina, ef þeir bara, það snýst ekkert gáfur endilega. Það snýst bara þú veist, að vera metnaðarfullir og vera skipulagður og fylgjast með og bara, já. Þannig, ég myndi segja það, sko. En hvernig var það í náminu á þessum skrítnu COVID-tímum? Náður alveg að halda stefnunni? Já. Maður þá reyndi bara alltaf að vera með ákveðna rútínu og vakna snemma og halda því, fara fyrir að sofa og þú veist, nýta daginn sem best og taka svo einhverja útihreyfingu á milli. Mér fannst það mjög mikilvægt á þessum tímum, sko. En þá gekk þetta allt upp og þetta var bara mjög fínt eftir að hyggja, sko. Það var ekkert erfitt eins og með það var ekkert mikið að hitta neitt eða að gera neitt voðalega mikið annað. Jú, algjörlega, það var mjög erfitt og þú get ekki, þú veist, haft samskipti beint við kennarann sinn eða, þú veist,
þurfa alltaf að vera í tölvupóstum og þannig, það var alveg svona svolítið snúið stundum, en maður bara lét þetta virka og Hvernig var þetta með tímana? Var alltaf svona stundaskrá hjá ykkur eða hvernig var þetta? sko, annarkvort voru kennara bara með eins og einhvers konar Zoom-tíma þar sem við mættum og spilluðum með eitthvað svona. En oft var þetta bara sett fyrir verkefni sem við áttum að klára í vikunni og skila þá. Þannig að það var bara mismunandi, já. Fannst þið það betra að vera? Hvað Myndirðu þá? segja að vera á þessum, bara vera heima og Já, gera mér fannst það klárlega verra, sko. Já, ok. Ég er meira fyrir að fara bara í skólan og þannig, en það er bara góð lífsreynsla, getur maður sagt. Skrítin, Já, mjög, það er kannski svolítið skemmtileg já, að vera með í farteskinu. já. En frábært, gaman að fá þig og bara ég óska þér góðs gengis með framtíðina og Takk fyrir það. allt sem í því felst. Takk hérlega fyrir komuna, Birta Rún, og gangi þér bara allt í haginn. Takk fyrir.